Góðan daginn, ég heiti Viktor Guðmundsson og er læknir og tónlistarmaður. Ég hef starfað víða í heilbrigðiskerfinu en ég hef mestan áhuga á fyrirbyggjandi læknisfræði. Það er að segja hvernig við getum komið í veg fyrir lífstílstengda sjúkdóma en yfir helmingur af krónískum sjúkdómum eru lífstílstengdir eins og til dæmis háþrýstingur, hjartasjúkdómar og sykursýki típa 2. Ef við spáum aðeins í því, hvað er það mikilvægast í lífinu? Það er örugglega margt sem kemur upp í hugan en það sem skiptir sjálfsögðu mestu máli er heilsan okkar. Og þá er samspil andlegrar og líkamlegrar heilsu gríðarlega mikilvægt fyrir heildræna heilsu. Í dag ætla ég einmitt að fjalla heildræna heilsu og allt það helsta sem tengist því. Eins og andleg heilsa, hreyfing, næring og svefn. Mér langar að kynna ykkur fyrir hugtaki sem ég tileinkað mér sjálfur bæði í mínu lífi og starfi til að ná betur heildræna heilsuna. Þetta hugtaki hefur hjálpað mörgum að koma sér í betra jafnvægi og markmiðið mitt er einmitt að þið geti mótað ykkar eigin plan í lok þessa myndbands. Heilsa getur oft hljómað eins og flókið fyrirbæri, en ef við brjótum það niður, þá er þetta einfalt þetta mjög mikið. Og til þess að gera það, þá vil ég að ímyndið ykkur stól með 4 fætur. Hver fótur á stólnum hefur merkingu og 1 undirstöðuatriði lífsins. Fyrsti fóturinn, hann táknar andlega heilsu, annar fóturinn, hreyfingu, þriðji fóturinn næringu og síðast en ekki síst, 4. fóturinn, það er svefn. Til þess að vera í jafnvægi á stólnum, þá þurfum við að halda jafnvægi á þessum 4 fótum eða þáttum. Það er ekki nóg að halda 1 fæti í lagi eða 2 eða 3. Þetta er öllum 4, annars fellur stóllinn niður. Og eins og við sjáum á þessari mynd hér, þá tengjast þessi þætti líka allir saman. Algengasta dæmið er einmitt fólk sem hreyfir sér lítið og hugsar ekki næringu og sefur óreglulega, en þá er ekki gott jafnvægi á stólnum sem hefur áhrif á andlitsliðina. Annað dæmi er svo íþróttafólk sem er með allt upp á 10 í hreyfingu, næringu og svefn, en andlegi hlutin er ekki í lagi. Þá gengur það kannski upp í einhver tíma en á endanum fellur stóllinn. Þannig eins og ég segi, þá er nauðsynlegt að halda jafnvægi á öllum 4 fótum stólsins, en ég ætla að taka hvern fót á stólnum fyrir og fara síðan niður hvernig þeir tengjast allir á einn eða annan hátt. Margt af þessu eru hluti sem við þekkjum en alltaf gott að minna sig á og oft er ekki nema að taka 1 fót á stólnum í gegn og þá koma hinnir. Og það er bara að byrja einhver staðar og bæta stólu sinni jafnt og þétt. Fyrsta sem ég langar að tala er hreyfingin. Þegar við hreyfum okkur, þá liðkum við líkamann, styrkjum stoðkerfi, bæði bein og vöðva, þjálfum hjarta og æðakerfið, svo hreyfingin er ekki bara góð fyrir okkur núna, heldur líka fyrirbyggjandi og getur stuðlað að heilbrigðari líkama á eldri árum. Regluleg hreyfing styður líka við eðlilega heilastarfsemi, blóðþrýsting og líkamsþyngd, en hún stuðlar líka að heilbrigðum efnaskiptum í líkamanum og eykur grunnbrennslu líkamanns. En það sem gleymist oft er að hreyfingin er ekki bara nauðsynleg fyrir líkamlega hlutan, heldur líka fyrir andlega hlutan. Því hún getur bætt einbeitingu, minnka stress, en þegar við æfum þá leysast út hormón, þar á meðal dópamín, endorfín og serotónín, sem geta bætt andlega heilsu. Hreyfing getur verið alls konar, en það er best að finna hreyfingu sem hentar okkur og okkur finnst skemmtileg. Hvort sem það er ræktinn, hlaup, sund eða annað, en það er líka að blanda þessu saman. Svo er til dæmis gott fyrir suma að fara með vinum eða tengjast hóp og fara í hóptíma, tala opið hreyfinguna og hvetja sig áfram. Það er líka gott að plana hreyfinguna, taka til dótið, finna tíma sem maður ætlar að hreyfa sig, hvort sem það er á morgnana eða kvöldin, þá er maður miklu líklegri til að standa við það. En fyrst og fremst er að líta ekki á hreyfingu sem val og koma sér bara af stað. Annars er lykill að hugsa vel líkamsstöðuna, hvort sem þegar við hreyfum okkur, sitjum eða stöndum, því líkamsstaðan getur breytt miklu, komið í veg fyrir stoðkerfisverki, sérstaklega við sitjumbyggi, en það er líka nauðsynlegt að teygja vel, hvort sem það er á daginn eða eftir æfingar. Annar mikilvægur punktur er að margir tengja hreyfingu við líkamlegt útlit. En það er svo miklu meiri það og er rauninni miklu betra að líta á hreyfingu sem nauðsynlega part af heilsunni, í staðan fyrir að vera fókusur á útlit eða þyngd. Ef við tökum 3 mismunandi dæmi skref í átt að hreyfingu, þá væri það til dæmis fyrsta skrefið, að átta sig á að hreyfing er grundvöllur fyrir heildarlega heilsu. Og svo er bara að byrja einhvers staðar, taka göngutúr, fara í ræktina eða sund. Annað skref væri svo að setja sér markmið að hreyfa sig nokkru sinnum í viku og fylgja því eftir. Og lokaskrefið væri svo að setja sér markmið að hreyfa sig nokkru sinnum í viku og gera það rútínu. Stefna því að gera þetta lífstíl, ekki átaki. Hreyfingin tengist svo sterkum böndum við hin undirstöðuatriði lífsins, en við verðum til dæmis þreyttar eftir æfingu og svo sofum við betur og losum hormón sem geta bætt andlegu heilsuna, minnka streitu og láta okkur líða betur. Og hreyfingin, hún tengist líka mikið við næringuna.
Því við erum miklu líklegir til að borða hollari mat og drekka nóg af vatni þegar við hreyfum okkur. Og ef við nærum okkur vel, þá náum við líka miklu betri árangri. Næring er gríðarlega stór þáttur og undirstaðan að góðri heilsu. Það oft sagt að þú ert það sem þú borðar og það er alveg rétt, en næring spila mikið inn í hina fæturna á stólnum, hreyfingu, svefnin og andlegu heilsuna. Með réttu mataræði er þetta fyrirbyggja lífsstílssjúkdóma og styrkja ónæmiskerfið. Það er líkilega að borða fjölbreytta fæðu til að fá nóg af næringarefnum. Besta næringin fæst úr óunnum og hreinum afurðum, en gott er að þekkja hugtökin hitaeiningar eða kaloríur og makrós, sem er styttingorðinu macronutrients og stendur fyrir helstu orkuefni líkamans eða eldsneyti líkamans. Þessi orkuefni eru 3. Þau eru fita, kolvetni og prótein. Fita er til dæmis eins og avokado og hnetur. Prótein er til dæmis í baunum, eggjum, fisk og kjöti. Og kolvetni er eins og hafrar og kartöflur. En svo eru micronutrients eða steinefni, vítamín og vatn að sjálfsögðu líka mikilvæg. En það getur verið misspennandi hvað hver einstaklingur þarf mikið af hitaeiningum og fer eftir orkuþörf og ýmsu öðru, til dæmis hvernig maður hreyfir sig og fleira. En það er mikilvægt að vera meðvitaður innihaldið í mat. Það getur samt verið erfitt að fá alla næringur fæðu og þá er gott að taka vítamín. En við erum til dæmis flestöll hér á Íslandi með D-vítamínskort út af lítilli sól og þá er gott að taka það inn aukalega. Og annað sem margir klikka líka á, það er vatnið. Flestir eru að drekka allt of lítið af vatni sem getur valdið höfuðverkjum og fleiri einkennum. Flestir þurfa 2,5 til 3 lítra vatn á dag. Það fer svo eftir hitastigi og hversu mikið við hreyfum okkur hvað við þurfum mikið af vatni. Ef við tökum 3 mismunandi dæmi skref í átt að betri næringu, þá var það til dæmis fyrsta skrefið að borða holt heilt yfir, skera niður eitthvað sem að veit að er ekki holt fyrir mann, til dæmis brauð, gos eða nammi. Næsta skref væri svo að vera meðvitaður þá næringu sem maður er að taka inn, með því að þekkja innihald matvara og skoða vörurnar betur. Og loka skrefið væri svo að byrja að plana eða undirbúa mat fyrir næstu daga eftir sinni næringarþörf, því það var miklu líklegri til að borða holt. En það er aðalatriðið að fólk byrji einhvers staðar, komi sér á stað og bæti sér skref fyrir skref, muna að allt er gott í hófi. En næring er ekki bara góð fyrir líkamann, heldur hefur það líka áhrif á aðra þætti, eins og hreyfinguna, andlegu hliðina og svefnin. Það er varla hægt að undirstrika hversu mikilvægur partur af heilsu svefnin er. Ef við spáum í það, þá eyðum við það bil 1/3 af ævi okkar í svefn. En svefnin er lykilþáttur í heilbrigði og hefur áhrif á allt hitt, bæði andlegt og líkamlegt. En svefnin gefur líkamanum tækifæri á að hvílast og endurnýja sig og styrkir ónæmiskerfið. Svefnin skiptist í nokkur stig. Það er léttur svefn, djúpsvefn og draumsvefn sem endurtekur sig nokkur sinnum á nóttu. Grundvöllur að góðri heilsu og velíðan eru 7 til 9 klukkustundir að gæða svefni daglega til að ná góðum djúpsvefn og vakna endurnærður. En það er mjög gott að reyna að fara að sofa á sama eða svipuðum tíma daglega til að fá dægursveiflur í lag og ekki fara of seint að sofa. Hormónið melatonín er algjör lykill að góðum svefn. En það eykst í myrkri og hjálpar líkamannum að stilla svefnin okkar. Eftir því sem melatónínið eykst verðum við þreyttari, en það eru margir hlutir sem geta haft áhrif á það. Nauðsynlegt er að passa upp á birtu, því birtan minnkar melatónín og við verðum ekki eins þreytt. Þetta er til dæmis náttúruleg birta eða önnur birta eins og birta úr síma eða sjónvarpi, tölvu sem geta haft áhrif á svefnin. Svo er lykill að takmarka birtu og skjánótkun nokkrum tímum fyrir svefn. Annað sem getur haft áhrif á svefnin er áfengi, koffín, nikótín og streita. En við þurfum að passa okkur að allt sem við setjum í okkur og gerum getur haft áhrif á svefnin. Svefnleysi hefur áhrif á andlega heilsu, blóðþrýsting, hjartasjúkdóma, ofþyngd og sykursýki. Þegar við erum lítið sofin, þá truflar það líka einbeitingu, minni og rökhugsun. Við leitum til dæmis frekar í næringu sem er há í kolvetnum og sykri þegar við erum ósofin. Svo er svefnleysi líka áhrif á ónæmiskerfið sem gerir það að verkum að við erum líklegri til að vera veik. Og ef við borðum seint, þá getur það líka haft áhrif á svefnin. Við náum ekki alltaf að fara að sofa á sama tíma og vakna á sama tíma og margir nýbakaðir foreldrar tengja örugglega við það. En þá er bara að vera meðvitaður um það og reyna að bæta svefnin hægt og rólega, því hann er alveg nauðsynlegur fyrir jafnvægi á stólnum. Það sem getur gert til að bæta svefnin er til dæmis að auka hreyfingu, því það ýtir undir slökun og við erum þreyttari sem gerir svefnin betri. En svo er líka mjög gott að taka göngutúr á kvöldin, fara í bað eða lesa bók. Svo er gott að passa að sé nógu dimmt í herberginu og hitast í sér rétt og ekki of heitt. Það getur líka verið gott að prófa að hugleiða eða hreinsa hugan árum að fyrir að sofa.
En við tengjum örugglega mörg við það að hugsa alls konar hluti þegar við leggst upp í rúm og svefnin helst mjög í hendur við aðra þætti stólsins og sérstaklega andlega heilsu. Andlega heilsan líklegast allra mikilvægasti parturinn á stólnum og lykillinn að öðru. En án andlegu heilsunar erum við með minni drifkraft, hreyfum okkur lítið eða ekkert, borðum óreglulega og óhollari mat og sofum verr. Andlega heilsan tengist líka öllum hinum fótum stólsins, hreyfingu, næringu og svefn. En með því að hreyfa okkur reglulega, borða holla næringu og sofa vel, þá styður það við andlegu heilsuna. Það sýnir okkur hvað andleg og líkamleg heilsa helst mikið í hendur og allt tengt saman. Þú ert að sinna öllum fótum stólsins til að vera í jafnvægi. Langvarandi álag og stress hefur áhrif á streituhormón líkamanns og líkastarfsemi okkar eins og blóðþrýsting, meltingu, svefn og ónæmiskerfi, en það veikist þegar við erum undir of miklu álagi og við erum líklegri til að verða veik. Símanotkun líka þáttur sem þarf að hafa í huga, en það getur haft áhrif á ýmislegt eins og svefn og annað, svo það er gott að takmarka það eins mikið og maður getur. Lífið auðvitað óútreiknanlegt og það geta komið óvænt áföll, en þá er mikilvægt að leita sér hjálp hjá fagaðila eins og til dæmis læknum eða sálfræðingum og tala við einhvern sem maður treystir. En til að bæta andlega heilsu þá þarf líka að gera hluti sem við höfum áhuga á, sinna áhugamálum, hitta fjölskyldu og vini, hugleiðsla, jóga og útivist. Það er gott að finna bara það sem lætur mann slaka á, minnka streitu og líða vel og gera það svo rútínu. Til þess að allt saman gangi upp og maður nái jafnvægi á stólnum og allt hafi tilgang, þá er lykilatriði að setja sér markmið og vera með einhverja stefnu. Markmiðin geta verið minni eða stærri, það er gott að vera með bæði. Það er mjög gott að skrifa þessi markmið niður og nota dagbók því við viljum gera þessi undirstöðatriði að lífstíl og ekki einhverju átaki sem við hættum svo. Það talaði að taka alltaf 2 mánuðum að koma einhverju rútínu, en með því að brjóta þann tíma upp í vikur og daga, þá er það fljótt að telja og lykilatriði að sé skemmtilegt. Litla markmiðið er svo að bæta sér dag frá degi, en stóra markmiðið er að gera stólinn og undirstöðatriðin að lífstíl og koma það í rútínu. Það er að sjálfsögðu enginn sem nær að halda þessu öllu í rútínu alltaf, en það er bara að reyna sitt besta og vera meðvitaður hvað maður getur bætt. Leiðum maður finnur ójafnvægi, þá er gott að líta á stóli sinn og hugsa hvaða fótur að klikka, hvað þetta að bæta. Það getur til dæmis verið mjög gott að skrifa plan fyrir hvern dag, viku og mánuð og líta svo yfir árið, setja sér markmið sem eru raunhæf og stefna að því að styrkja stóli sinn. En svona lokum, ef við tökum hugtakið stólinn saman, þá er þetta stóll með 4 fætur sem samanstendur af andlegri heilsu, hreyfingu, næringu og svefn. Og lykilatriði hvers og eins er hreyfing, að reyna að hreyfa sig daglega eða nokkru sinnum í viku eða minnstakosti. Næringin, að borða hollt heilt yfir, vera meðvitaður innihald í matnum og drekka nóg af vatni. Svefnin, að reyna að sofa 7-9 tíma á dag og koma svefninum í rútínu. Andlega heilsan, að sinna áhugamálum, hitta fjölskyldu og vini, hugleiðsla, jóga, útivist og reyna að minnka streitu. Svo er lykillinn að þessu öllu saman stöðugleikinn. Að koma þessi í rútínu og gera þetta lífstíl. Þá gerast hlutinni jafnt og þétt og nærð þínu markmiðum. En takk kærlega fyrir mig. Ég læt fylgja með upplýsingar til að fylgjast með mér eða á samband við mig. Annars skora ég ykkur öll að skrifa niður ykkar stól. Setja ykkur lítil og rauna markmið fyrir næstu 2-3 mánuði. Byrja hægt, koma þessi í rútínu og muna þetta langhlaup. Ég hef fulla trú á ykkur.